Komið sæl og velkomin aftur í bókaþjóðina. Til mín sestur mikill fræðimaður, Hjalti Pálsson frá Hofi. Komdu sæll. Sælstu. Velkomin. Takk. Hér síðasta bindið í stórum flokki sem þú hefur borið ábyrgð á undanfarin ár. Við erum að tala byggðasögu Skagafjarðar. Þetta 10. bindi. Já. Til hamingju með að verkinu sé að ljúka. Já, þakka fyrir það. Þetta geysimikið og áhugavert verkefni. Hvað geturðu nú sagt mér af þessu yfir höfuð? Það orðin 26 ár síðan að byrjað var á þessu verki og var nú farið af stað svona miklu metnaði með þetta. Já. Héraðsnefnd Skagafjarðar var nú eiginlega svona hvatinn að þess að þetta fór á stað og ég var síðan ráðinn til að stjórna verkinu, ritstjóri, en við höfum nú alltaf verið eiginlega 2 fastaráðnir við þetta og fleiri hafa komið að þessu. Já, því nú hvert bindi svo viðamikið. Já, ég held að þessi bindi orðin 4.000, þetta orðið 4.600 blaðsíður og þetta hér fjallað allar bújarðir í Skagafirði, svona handbók bújarðir í Skagafirði. Þær eru hátt í 700. Já, hugsa sér. Og það eru 5.000–6.000 ljósmyndir í þessu. Já, þetta svo fjölþættur fróðleikur. Já, bæði gamlar og nýjar. Og ég kannski að segja aðeins frá því hvernig þetta uppbyggt. Jú. Þegar ég að svona hanna þetta verk þá hef ég nú kannski engar ákveðnar fyrirmyndir og það var dálítil umhugsun fyrir mig hvað ætti að taka í þessu og hverju ætti að sleppa. Aha. En ég byggði upp svona ákveðna grind sem að ég hef síðan alltaf fylgt og til að fylla inn í. Þetta náttúrulega eru myndir af bújörðunum, þetta eru landlýsingar, þetta eru sagt frá hvaða byggingar eru á jörðinni, það sagt frá ábúð eða ábúendum, það ábúendatal frá 1781 til dagsins í dag. Það farið yfir eignarhaldið og það síðan svona, já það skrá yfir áhöfn og fólksfjölda á jörðunum og síðan svona farið vítt og breitt í sögu jarðanna. Akkurat. Og það nú kannski það sem mínum mati, eitt af því sem gerir þessi verk svo aðlaðandi. Já. Að þau þetta miklu meira heldur en þurrar upptalningar eða mannfjöldatölur eða eitthvað þess háttar. Já, eins og komst inn á. Þær þurfa náttúrulega að vera líka. Vissulega. En það þarf að vera eitthvað svona skemmtilegra efni með. Já. Og svo skemmtileg blanda, finnst mér. Þessar lýsingar sem eru á jörðunum eftir hver og ein jörð fær sögu, svona söguágröp og það mjög fjölbreytt. Já. Svo eitt sem að ég áttaði mig á að væri nauðsynlegt til þess að gera þetta verk svolítið skemmtilegra, að það að setja inn í þetta alls konar sögur. Já. Það eru til sögur nánast frá hverju einustu jörð og stundum margar. Þetta alls konar, þetta geta verið þjóðsögur, sögur af köllum og kettlingum, draugum og huldufólki og stöðum og vísur. Og þetta kalla ég innskotsefni og þetta afar vinsælt. Ég veit að margir byrja á því að lesa þetta. Akkurat, það var það sem ég gerði. Ég datt niður á sögum álagabletti og annað þess háttar sem náttúrulega alþýðlegur fróðleikur en svona
þetta hefur einhvern veginn, það mannlega snertingin. Já, ég lagði mig eftir því að finna alla álegabletti bara af þjóðfræðilegum ástæðum, skulum við segja. Og það misjafnt eftir sveitum, sko. Út á Skaga, út í Fljótum eru gríðarlega mikið af álagablettum. Þeir eru mjög fáir í öðrum sóknum. Já. Og þessu verki náttúrulega skipt niður eftir gömlu hreppskiptinguna. Já, og hér eru með 10. bindi sem að koma út núna. 10. og síðasta. Já. Og hér undir eins og stendur að forsíðu Hofsós, Grafarós, Haganesvík, Drangey og Málmey. Já. Þannig þú endar á eyjunum. Og já. Sko, þetta, maður fór Rangsalinn sem héraðið, byrjaði út á Skaga og endaði út í Fljótum. En ég stíldi eftir Hofsós og Grafarós sem var lítill kaupstaður rétt hjá Hofsósi og Haganesvík. Það maður segja að þarna eru allir kaupstaðirnir sem voru í Skagafirði austanmegin. Já. Og þeim gerð ítaleg skil og Hofsóshreppur sem það voru fáeina bújarðir sem tilheyrði Hofsóshreppi. Hofsós varð ekki hreppur fyrir 1948 og svo búin að sameinast Skagafirði síðan. Já. En þetta voru smájarðir þar sem en hver jörð fær sína umfjöld. Sess, já, það engum sleppt. Nei, vonandi hefur enginn gleymst. Ég var svolítið áhyggjur að því stundina. Kannski gleymdi maður einhverju og það munaði litlu einu sinni. Ég gleymdi einni smájörðin. Já. Þá gott að hafa byttu svo augun auga. Já, því að það náttúrulega, þó ég hef verið ritstjóri þessa verks, þá hef ég alltaf haft aðstofamenn og þetta alls ekki einsmannsverk, langt frá því. Og það ber líka að nefna það að þeir sem hafa kostað þetta verk skyldu hafa þolinmæði til þess að halda þetta út í 26 ár. Já, 26 ár. Og það ég veit nú ekki hvort það sjáist vel hér í settinu hjá okkur, en hér eru 3 eintök eða 3 bindi og þau eru öll hérna komin í hillu hjá okkur. Já. Verulega veglegt. Er ekki svolítið góð tilfinning að horfa á þau öll svona saman komin þegar lagt var af stað í upphafi? Jú, það er kannski feginstilfinning að skuli hafa tekist að klára þetta. Já. Því það er ekki alveg sjálfgefið. Nei, vissulega ekki, það er rétt. Það hefur oft verið byrjað á stórum verkefnum í bókaútgáfu og ekki tekist að klára það. Fjarað út. Og þetta eru þetta miklar minjar og bara sögulegar heimildir fyrir þær kynslur sem koma eftir okkur, skildi ég ætla. Já, ég hef alltaf litið á þetta sem þetta væri upplettirit. Og þetta upplettirit fyrir allar jarðir. Það ekkert farið djúpt í hlutina. Nei, en allt þó tekið saman. Samt náttúrulega heilmikið, misjafnlega mikið eftir því hvað tilefni gefur til með hverja jörð. Sumt voru stóra jarðir og hafa mikla sögu umfjöllum, aðrar eru smájarðir og kannski ekki mikið frá þeim að segja. Nei. En hver fær sitt og það hefur farið gríðarlega stór hluti af þeim tíma sem hefur tekið að búa þetta verk til. Hann hefur farið í vettvangsferðir. Já, því skal ég trúa. Við sem höfum verið í þessu höfum farið á hverja einustu jörð og margsinnis á sumar. Já. Og maður þarf að fá upplýsingar frá ábúendum og mér finnst að maður þarf að fá aðeins tilfinningu fyrir því sem maður að fjalla Þess vegna fer ég jarðirnar, ég búinn að fara alla dali og heiðar og... Fá tilfinningu fyrir því sem þú ert að skrifa Því að ég get ekki... Maður verður að sjá, maður verður aðeins fengið svona yfirsýn á það sem maður að reyna að fjalla
Ég hugsa að það verði lokaorðin hjá okkur hér í dag. Þakka þér kærlega fyrir að koma, Hjalti, og til hamingju með þetta glæsilega verk og að hafa lokið því, eins og þú segir. Já. Og 10. bindið, það núna komið í verslanir. Já, og það í nokkur verslunum. Og þær eru auðvitað allar. Meðal annars á Akureyri, já. En þakka fyrir þetta og við segjum þetta gott í bili hér í Bókaþjóðinni.